falleg orð sem vilja sér faðma þig, fanga ljóður, blómið mitt falleg orð fæðast í huga mér, falla blómið mitt og af heiminu horfi ég inn að þér, ljóðlátt hvísla Kæru foreldrar Kristbjörg og Ívar og litli nefndu Frosti Már Ívarsson, ömmur, afar, frænkur, frændur, bræður, systur. Nú hefst lesturinn. Stærsta stund í hvers manns lífi sennilega sú stund þegar maður fæðist. Já, það og mun alltaf vera stærsta stund lífs okkar. Þegar við fæðum. Ég held að strafti enginn það, því að ef maður fæðist ekki, þá værum við ekki hér að fagna á þessari stundu. En svo koma náttúrulega stundir, eins og að gefa börnunum okkar nöfn, afmælisveislurnar, leikskólinn, útskriftir, verða 17 og fá bílpróf, verða 20 og fara með ökuskírteini í ríki að kaupa einn bjór. Þessar stundir allar varðveittar hjá okkur og þær munu lifa með okkur og við munum segja frá þeim og láta það berast til barnanna okkar og barnabarna. En svo kemur sú stund sem ég kalla næst stærsta stund okkar manna. En það að eignast barn. Barn eitthvað svo varanlegt. Mamman og pappinn þurfa að taka tillit til einstaklings sem hefur miklar þarfir. Mamman mjólkurkú Írabakka á 4 tíma fresti. Pabbi þarf að skipta á kúkableium og oft lítur kúkableian út eins og einhver annar hafi kúkað í hana. Barnið grenjar þegar það svangt, þegar því líður illa og stundum grenjar það bara út af engu til að fá athygli frá mömmu og pappa, nú eða öfum og ömmum. En í dag erum við saman komin í nafnaveislu lítill drengs sem nefndur hefur verið Frosti Már. Og snúum okkur að þér, Frosti Már. En það mikill heiður fyrir mig að fá að tala í veislunni þinni, nafnaveislunni þinni. Og mér langar aðeins að tala nafnið þitt, Frosti Már. Og þið hinn megin út að hlusta það sem ég segi við það. En Frosti, það þýðir frostkaldur maður. Já. En það eftir íslensku nafnabókinni. En mér finnst betra að nota ensku útgáfuna á nafninu. Eða The Cool Man. Og svo náttúrulega ef við bætum við Már, sem þýðir mágur, þá enska útgáfan þannig, You are a cool bird. En Frosti, það kemur víða við í kvæðum og lögum ýmsum. Já, nú Frosti á fróni. Nú ef við förum í eitt jólalag, þá Frosti the Snowman vinsæll á þessum árstíma. En íslenska þýðingin því, kemur kannski Frosta Má ekkert við, en það Snæfinnur Snjókall. En þegar við googlum Már, þá þetta eina sem kemur upp í leitavélum. Fuglinn í fjörunni, hann heitir Már. Silkibleik húan hans og gult undir hár. Stundum á það vera gylt, en ég segi gult undir hár. Nú ef við höldum áfram að velta fyrir okkur nafninu Frosti Már, þá gaman að segja frá því að það einungis 45 einstaklingar sem bera Frosti sem skírnarnafn. Já, og núna 46. En það 2830 mann sem hafa Má fyrir millinafn. Já. Það alveg að vera næst. En það má endalaust tala nafnið Frosti og nafnið beygist eins í 3 föllum. Það þolfalli, þágufalli og eignarfalli. Já, síðan getur hann líka
Ég ætla að gefa ykkur það eftir. Síðan getur hann líka, og hann á eftir að vera ánægður með það, þá tekur hann fyrstu 2 stafir í nöfnunum sínum og skammstafar nafnið sitt FM. Og krækt aftan við það 13 10 15 eða FM 131,015. Jæja. Þetta cool mann, eða börn. Því sumir frægir menn gátu ekki skammstafa nafnið sitt eins og til dæmis Winston Churchill. We see, það gat hann ekki. En mér langar að fara með fyrsta erindi í kvæði sem eftir stórskáldið Hallgrím Pétursson fyrir þig. En þetta kvæði sem mamma kendi mér og amma kendi mömmu sennilega og ég kendi Kristbjörgu. Ég man þetta svo vel. Þetta kvæði eftir flestir að þekkja hérna inni og endur að takið undir eða þekkið og kunnið, en kvæðið heitir Vertu Guð faðir minn. Og þá skulum við bara segja hérna fyrir hann Frosta: Vertu Guð faðir minn, í frelsari Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allir synd í hafni. Að lokum vil ég biðja ykkur öll hér inni að taka í höndin á manneskjunni við hlið ykkar og mynda keðju utan þau Frosta Má, Kristbjörgu og Ívar. Nú, til að sýna þann kærleik sem býr í brjósti okkar gagnvart þeim og við skulum hrópa þrefalt húrra fyrir nafninu. Frosti Már Ívarsson, hann lengi lifi. Húrra! 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 Og að lokum, vinátta, ást og kærleikur. Takk fyrir mig.